og voða sniðugt að stytta vinnutíman. Þannig að vinnutími í leikskóla starfsmanna færi niður í 36 tíma á viku. En barnið bara áfram 42,5 og það má ekki ráða í fleiri stöðugildi, þannig að þarna er bara gat. Og talandi það að það voða sniðugt að stytta vinnutíman. En að því við erum að tala umferðina og þessar umferðateppur, sko vinnutími fólks auðvitað tíminn sem það tekur fólk að sinna sínu starfi og afla tekna. Það er tíminn frá þú leggur á staða heiman og þangað þú kemur heim. Þannig ef að fólk að verja 20 mínútum á dag meira í umferðinni, þá eru það með við 210 vinnudag á ári 70 klukkustundir. Það eru tvær heilar vinnuvikur. Þannig að þessar tafir í umferðinni eru að taka af launafólki sko nokkur ár af lífskjarabótum í gegnum kjarasamninga. Þannig að það er tómtmál að tala sko styttingu vinnuvikunnar og fyrir heim úr vinnunni, en tíminn bætist bara við í ferðir til og frá vinnu og meira til. Þannig að út af þessu, og ég er búin að hafa ágjör á þessi mörg ár, að hvert stemdi. Því að og ég verið hissa á því til þess að verkalýðshreyfingin hafa engan áhuga á þessu. Því þetta þetta verið að ræna fólk lífskjörum og það er að tapa þarna, því að þetta samsvara bara lenging á vinnutíma sem þessu nemur. Já, það er bara hárrétt. En sko við komumst ekki hjá því að tala mál sem að skeik þjóðina í svolítinn tíma. Svo reyndar kom margt í ljós í þeim efnum, en það er að þetta vítalífumál, þar sem að Arna Grant og fleiri voru flæktir í máli heitapotti í sumarbústaðar og þú þar á meðal, og þar kemur Vítalía fram í viðtali við Eddu Falag og lýsir því að hún hafi orðið fyrir kynferðisafbroti. Sko þetta mun náttúrulega óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það, út af því að ég til dæmis nefndi við hann áðan að maður er búin að heyra minna frá þér síðan að þetta gerðist. En þetta mun óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það að þú sért að fara hérna fram. Hvað hefur að segja um þetta?